Þegar þið eru búin að búa til einfalda vefsíðu, þá ágætt að útskýra þau skref sem var farið í gegnum, hvar sóttuð þið layout og svo framvegis. Það er mjög mikilvægt að vista alla hlekki, vista jafnvel myndir ef það er eitthvað sem þið lentuð í, taka screenshot og svo framvegis. Og það er mjög gott að bæta við myndum og textum og svo framvegis ef það gengur. Þegar þið eru komið með, segjum að þið séu komið með möppu sem að þið viljið svo fara að hlaða upp og búa til vefsíðu út frá því og vista hann á netinu en ekki bara svona lokali eins og þessi síða er bara vistuð inn í möppu hjá mér. Þá þurfið að fara og sækja Git, og Git er version control hugbúnaður, open source, mikið notaður af meðal annars NASA og SpaceX og alveg gríðarlega mikið af stórum tæknifyrirtækjum sem notuð í framleiðslu á hugbúnaði, og það er ágætt fyrir ykkur að þekkja og skilja hvernig Git virkar og þessi version control lína virkar, vegna þess að í rauninni er það sem að Git getur gert er að það geta margir verið að vinna í sömu hugbúnaðaskrá og síðan raunverulega saminað þá hugbúnaðaskrá síðar meir. Þannig að þetta er mjög sterkt forrit sem að notað er í iðnaði, iðnaðarframleiðslu á hugbúnaði. Sækjum bara Git og við opnum hann og það er ágætt að vista hann þannig að það er hægt að nota Git sem er raunverulega inn í browser, og við fáum bara Git upp nokkuð daginn svona. Og þetta er bara svona lítill gluggi, og það er hægt að stækka hann og minnka hann eins og hægt er, og það er ágætt að venjast honum þannig. Þið þurfið líka að búa til ykkar eigið aðgangsnafn eða ykkar eigin aðgang inn á GitHub, og þegar þið eru komin inn á GitHub þá getur þið búið til nýtt repository, og í mínu tilfelli þá er ég eigandinn, Hafliði ASG, og við ætlum að búið til repository name, bara síni dæmi. Við ætlum að passa að hafa það public af því að við viljum vista þetta á netinu, þannig að þetta sé sýnilegt fyrir aðra, og við ætlum bara búa repositoryið til hérna. Það getur verið mjög sniðugt fyrir ykkur að fara inn á þessa YouTube síðu, þar sem hann útskýrir nákvæmlega sama ferli, mun betur heldur en ég. En í rauninni er það sem að þessi texti sem að þið þurfið að kunna kemur fram inn á Git líka, og það er raunverulega þetta Git init, Git add readme, Git commit, Git remote og Git push. Og í síðari tíma þá er það eina sem þið notið er raunverulega Git add, commit og push. Þið eru búin að raunverulega tengja repositorið við Git bash. Þetta kemur líka fram þegar þið eru búin að búa til eitthvað sýnidæmi, þannig að ef við gerum bara Git init og skrifum það inn í gluggan, Git init, Git add, og ef við setjum bara punkt, þá bætir hann við öllu sem er inn í þessari skrá sem að kemur fram inn í þessari möppu á tölvunni minni, Git add punktur, og þá bætir hann við öllum skrám sem eru inn í þessari möppu, líka öllum undirmöppum og öllu. Þannig að passið ykkur að vera ekki með mjög stóra skrár eins og vídeófæla eða stórar myndir inn í annari undirmöppu í sömu möppu, vegna þess að þið eru bara með takmarkað pláss inn á GitHub. Þegar hingað er komið, þá við erum búin að adda og við gerum bara Git commit first commit og pössum að setja það inn í svona quotation, af því að ef þið myndu bara gera, annars myndi hann skilja þetta sem command og Git getur svona
astnast til að gera furðulega hluti með það. Og við ætlum að segja git remote add origin og við ætlum að bæta þessu hérna. Við getum bara raunverulega tekið allt þetta hérna, copy og git býður upp á það að við pastum öllu þessu hérna svona. Ok, og þá erum við búin að bæta þessu repository við þetta hérna og þá það eina sem við þurfum að gera að við vistum þetta hérna, copy og paste svona og enter. Þá hliðurum við þessu upp á serverinn, bara mjög easy og ef að allt gekk að óskum þá ættum við að geta farið hérna og hérna þá komið með raunverulega allt dæmið okkar inn á þetta repository. Ef við förum svo hérna inn í settings, hérna uppi, förum hérna aðeins niður, einhvers staðar á þetta hérna, já, skoðum það í næsta vídeó.